þessara komin heim í Hauka, hvernig bara tilfinningin að snúa aftur? Bara ótrúlega góð. Bara geggjað að vera komin aftur á Ásvelli frá alltaf langt síðan og bara spennt að byrja sko. Þú talar að þið séu búin að vera í sambandi að síðustu 5 árin. Af hverju kemur þið heim núna? Já, ég var nú ekki alveg tilbúin að koma heim fyrir 5 árum sko. Það var í Lyon þegar Dóri ákveður að spyrja hvað er ekki að koma heim. En nei, ég held bara að við erum búin að eiga langan feril, 18 mánaða feril, búin lengi frá fjölskyldu og líka maður bara finnur það á ákveðnum tímapunkti að við erum tilbúin að koma heim og við fundum það bæði, ég og Árni, að vilja vera nær fjölskyldunni og líka bara fyrir Ragnar, strákinn okkar, að komast aðeins meira inn í íslenska samfélagið og vera nær fjölskyldunni sko. Talar um langan feril, ertu búin að sjá lengi fyrir þér að koma heim og klára þetta með Haukunum? Ég vissi aldrei hvort ég ætlaði sko að klára ferilinn bara úti. Þannig því ég bjóst við að ég myndi spila lengi og ég hugsa og bara búin að hugsa vel mig og mér líður ágætlega en var ekki viss hvort ég myndi vilja spila heima en ég held að eins og staðan er núna og aðstæður að mér líður vel og bara útrúlega ánægð að hafa tekið það ákvörðun að koma heim og spila Ásvöllum með stelpunum. Náttúrulega mikið rætt að rita þessa heimkomu þína, mikið talað að þú hafir skoðað Breiðablik líka, var það eitthvað í kortunum einhver önnur lið en Haukarnir? Já, þeir heyrðu í mér og við tölum eitthvað saman en það samtal fór ekkert rosalega langt. En já, það var alltaf Haukarnir á endanum sko. Kom eitthvað til greina að vera lengur úti, finna sér nýtt lið þar? Eiginlega ekki, við vorum eiginlega bara búin að ákveða það að bara næstu skref fyrir okkur var að koma heim sko. Þurftu eitthvað að selja þér projektið í Hafnarfirðinum eða ertu búin að vera að fylgjast með uppganginum síðustu ár? Ég er alveg búin að vera að fylgjast með og þá sérstaklega líka við uppganginum bara þetta hús gerir alveg rosalega mikið fyrir félagið og síðan líka bara gengi liðsins undanförnu og þjálfararnir í kringum þetta og fólki í kringum þetta að þetta er eitthvað sem maður gaman að koma inn í á þessum tímapunkti. Þú kemur inn sem leikmaður og þú kemur líka inn í afræksþjálfunina, hvernig verður hlutverk þitt þar? Já, það er að koma inn sem leikmaður og það er alltaf afræksstefna í Haukunum og ég mun koma mér inn í hana betur. Við erum ekki búin að móta alveg nákvæmlega en það er bara spennandi að koma inn í það. Þið eru efstar í deildinni og að fá þig inn, þetta er nú svona ágætis statement inn í restina af deildinni. Já, bara vonandi getum við að það verið leiðilegt að við erum byrjað að tapa því ég kem inn en nei, vonandi bara get ég komið og gefið af mér og lagt mitt af mörkum til þess að hjálpa liðinu og getum bara spila ennþá betur og bara vonandi bara fara upp. Ertu eitthvað búin að ná að hitta á liðið, eitthvað búin að æfa með þeim eða heilsa upp á þér? Nei, ég er á samning alveg til 30. júní frá Katia, þannig að ég má ekki spila að æfa með liðinu fyrir 1. júní. Hvernig sérðu svona þitt hlutverk í þessu liði komandi inn sem leikmaður með þína reynslu inn svona yngri stelpur sem eru kannski að feta sín fyrstu skref? Bara, hvetja þær áfram og bara gefa af mér og ég náttúrulega bara miðla minni reynslu og það sem ég hef lært og bara það sem ég hef lært erlendis og ég held að ég geti gert það og tekið það svolítið af mér og gefið af mér og lagt mitt af mörkum. Þú tekur treyju númer 77, er eitthvað pæling á bak við það númer? Bara skemmtileg að tala við sjöun var ekki laus en ég tók 77 í Juventus þegar sjöun var ekki laus þannig að bara flott tala. Það eru ágætis móttökur sem þú farir inn í dag, mikið af fólki sem þú mætir, hann lítur á svona hlýja hjartarótum að sjá að þau eru jafn spennt og þú ert. Já, bara geggjað móttökur og miklu meira fólki en ég bjóst við og bara fjölskyldan og mikið af fólki sem maður ekki séð í mörg ár og mikið af nýju andlitum líka, þannig að það bara maður þakklátur og bara geggjað.
Þú átt nú ágætis titlasafn og þegar markmið að bæta við það hérna með uppeldisliðinu? Já, alveg klárlega. Ég held að fyrsta skrefið var allan að vinna Lengjudeildina. Það vonandi markmiði. Þú gerir 2 ára samning, ég gerir ráð fyrir að það sé nóg eftir á tanknum. Það eitthvað eftir. Við sjáum til hversu mikið.